En við byrjum á að spyrja þeirra spurningar hvort endurskoða þurfi verklag eftirlitsstofnana á Íslandi í kjölfar margra umdeildra mála sem tengjast þeim á síðustu árum. Nú síðast ákváðu forsvarsmenn Matvælastofnunar að halda því leyndu fyrir almenningi og kaupendum að áburður með ólöglegu magni af þungmálmum væri í umferð og stofnunin neitar að gefa upp hversu oft slíkt hefur gerst. Helgi Seljan hefur tekið saman stutt yfirlit yfir umdeildar ákvarðanir og vinnulag íslenskra eftirlitsstofnana á síðustu misserum. Vinnubrögð fjármálaeftirlitsins á árunum fyrir hrun og hörð gagnrýni á verk þess í rannsóknarskýrslu Alþingis eru skýrt dæmi þetta auk annarra mála. Umhverfisstofnun var fyrir skemmstu gagnrýnd harðlega fyrir að hafa ekki gripið fyrr í taumana þegar kom í ljós að miklu magni af díoxíni hafði verið sleppt í andrúmsloftið í gegnum sorpbrennslustöð Funa á Ísafirði. Fyrir tæpu ári fjallaði Kastljós langvarandi og ítrekuð brot fyrirtækisins Becromal á starfsleyfi sínu en þá kom í ljós að félagið hafði dælt vítisóta menguðu vatni í Eyjafjörð í margföldu leyfilegu magni í tæp 2 ár. Umhverfisstofnun hafði veitt Becromal undanþágu frá mengunareftirliti á sama tíma en í heimsóknum eftirlitsins til fyrirtækisins höfðu í tvígang verið gerðar athugasemdir við skort á annars konar mælingum án þess að gripið hefði verið til aðgerða. Látið þið vita því að þið ætlaði að koma í heimsókn? Já, það í dag það þannig að þessar venjulegu föstu eftirlit þegar eru fyrirfram ákveðin og það eru auðvitað fyrst og fremst til þess að bara eins og þetta dæmi sýnir fram á að þá þurfum við að hitta þann aðila sem er með upplýsingarnar, þannig að það þarf að vera undirbúið. Hins vegar getum við þetta farið líka í óundirbúið eftirlit. Og það má segja að það sé kannski svolítið aukinn krafa það almennt í dag. Þarna var verið að starta nýri verksmiðju fyrir tæpum 2 árum síðan. Þið hafið ekki farið í óundirbúið eftirlit þangað? Nei. Landlækni ber að lögum að hafa eftirlit með útskrift lækna á ávanabindandi lyfjum. Eins og framkom í úttekt Kastljós nýverið lítið sem ekkert eftirlit með ávísunum lyfja til fíkla sem eiga auðvelt með að nálgast eftirlitsskyld lyf. Umfjöllunin okkar síðustu dag sýnir hún ekki ofur einfaldlega að þetta kerfi í kringum þessi lyf og eftirlit með því þetta handónýtt? Ég vil ekki taka svo sterkt til orða. Ég tel eiginlega þvert á móti að við erum með margs konar kerfi í gangi til þess að fylgjast með lyfjanotkun almenna. Af hverju það þannig að einn og sami maðurinn getur farið til margra lækna í mörg apótek án þess að það hringi hvergi bjalla í öllu kerfinu? Já, það einfaldlega vegna þess að þetta kerfi ekki að virka. Það ekkert flóknara en það. Og það nákvæmlega það sem við erum að segja verður að laga. Orkustofnun ber að lögum að hafa eftirlit með því að neytendur og stórnotendur raforku greiði eðlilegt og sanngjarnt verð fyrir flutning á raforku. Og þeim ber í því skyni að endurreikna þörf fyrir hækkanir eða lækkanir reglulega. Þetta hafði stofnunin þó ekki gert í nokkur ár þegar fjallað var þá staðreynd að neytendur hefði greitt allt of hátt verð fyrir orkuflutning í byrjun síðasta árs. Þetta mál allt saman sem hið vandræðalegast að það endurspeglar raunverulega að menn hafi ekki staðið sem fullkomlega í stikkinu með því að framfylgja þessum aðskilnaði og að tryggja það að neytendur borguðu sem lægst verð fyrir raforkudreifingu. Hefðu þið ekki átt að grípa í taumana fyrr? Jú, það má alveg halda því fram að við hefum átt við eigum ekki að gera það of hratt, sko. Þetta jöfnunarkerfi, þannig að við eigum auðvitað að leyfa gjaldskrána að halda sér óbreyttri ef við teljum að kerfið komi einhvern veginn til með að leiðrétta sig. En þetta hefði það hefði verið betra að fara í stærri lækkun fyrr og við vorum svona sem búin að leggja það til en það má segja að við höfum ekki notað allar okkar valdheimildir til þess að knýja það fram. Nýjasta dæmið snýr svo að Matvælastofnun sem sá ekki ástæðu til að tilkynna það þegar sýni úr áburði frá Skeljungi reyndust langt yfir mörkum með tilliti til kadmíuminnihalds. En kadmíum þungmálmur sem getur haft alvarlegar afleiðingar á heilsu manna og dýra, safnist hann fyrir í náttúrunni. Það var okkar mat þarna á þessum tíma, það væri ekki bráðahætta. Var það rétt mat? Já, við teljum að ég hugsa að við myndum gera það með sama hætti aftur núna. En við myndum væntanlega, við þurfum allavega að taka það til endurskoðunar hvort að við eigum að segja frá svona frávikum strax.